Hér hefur við Frey Alexandersson, þjálfara A-landslískvenna. Freysi, hvað uppátæki þetta að rjúka norður yfir heiðar, kuldan á Akureyri og fara í Bogann og á landsliðsæfingu? Uppátæki, þetta er bara eitthvað sem mér búið að langa til í langa tíma. Við ætluðum að koma hérna í fyrra og það gekk því miður ekki eftir og svo lagði ég mikla áherslu á það að myndu skipuleggja þetta tímanlega að koma hingað í þessum janúarglugga sem er í gangi núna. Það er þessi alþjóðlegi landsliðsdagar núna og ég fekk það í gegn að koma hérna frá föstudegi til sunnudags og fekk með mér Þór og Káa og Þór Káa og svo Donna svona kannski mér til hals og traus og eru auðvitað með Hönnu Dóru sem er í landsliðsnefnd kvenna og hún er búin að sjá að halda utan skipulagi hér og mér finnst frábært fyrsta lagi bara að fara út á land en að koma norður finnst mér bara meira á þetta tækifæri bæði fyrir okkur að koma og sýna okkur og hitta fólkið í aðildarfélögunum, iðkendurnar ungu og vera svona sýnilegi í bæjarfélaginu. Svo fyrir utan það bara aðstæðan hérna er frábær. Það er frábært að vera hérna, mjög gott hótelið sem við erum á, Boginn er frábær, fólkið sem starfar hérna í Hamri og inn í Boga algjörlega til fyrirmyndar, vill allt fyrir okkur gera og þegar viðleitnin er svona þá auðvitað gengur allt vel og ég er mjög þakklátur fyrir í rauninni allan nálgun sem við fengið frá fólkinu hér fyrir norðan og við vonandi fáum að koma aftur. Og þetta náttúrulega eins og kom fram, ég er búinn að taka viðtalið nokkra stelpur og fekk þær upplýsingar og þú braust þetta svolítið upp og hristir upp í herbyggjaskipan hjá stelpum. Þetta er eitthvað sem bara, það eru greinilega, þetta virkar, þetta er að fá leikmenn til þess að kynnast svona öðruvísi og upp á nýtt. Já, það er eitt af markmiðunum núna á þessum tímapunkti að sjá til þess að brjóta niður alla veggi. Þetta er stór hópur sem við erum með 30 leikmenn en veljum 23 í lokahóp fyrir Evrópumótið og þessar koma allar sterklega til greina. Það þarf að vera þannig að fólki þarf að linda vel saman. Þau þurfa kannski ekki allar að vera bestu vinkonur en við þurfum að geta unnið vel saman. Ég ákvað að brjóta upp þessa herbyggjaskipan og við erum svo líka að vinna í ýmsum þáttum þar sem að leikmenn þurfa að vinna saman utan vallar og erum til að mynda að fara að keppa í krullu hér á eftir með krulludeildinni hér hjá Skautafélag Akureyrar og ýmislegt svona sem við erum að breyta upp á. Þannig að maður leitar allra leiða til að ná því besta fram. Þannig að þið eru komin út á Hálan ís. Já, heldur betur, erum á leið út á Hálan ís. Freysi, nú er að málana, þetta ár verður gríðarlega stórt, 2017. Þetta verður svona vonandi eins og hjá strákunum í fyrra ári sem er eins gott að hafa þykka stílabók til að punta allt niður. EM, þetta verður eitthvað. Já, þetta er auðvitað mjög spennandi ár og við höfum 2016 til þess að minnast, frábært ár hjá báðum eða öllum landsliðum og strákarnir skildu eftir minningar sem við munum öll fá að njóta og nutum þess saman í sumar. Okkur langar auðvitað að fara núna inn í 2017 og eignast svona minningar saman og búa til svona minningar með þjóðinni og það stefnir allt í frábært sumar. Við vorum að fá upplýsingar í gær það að íslenska sambandið KSÍ er búið að selja langflestu miðana til sinna stuðningsmanna af öllum samböndunum, meir en Frakkar og Þýskaland og hvað sem þetta heitir að við erum langefst og stuðningurinn sem við erum að fá er bara að vekja gríðarlega athygli núna í janúar. Þannig að við getum rétt ímyndað okkur ef þetta heldur svona áfram hvernig veislan verður í júlí og ágúst. Við erum best. Við ætlum okkur að vera best og þannig hugsaum við alltaf og það er bara frábært og yndislegt að vera Íslendingur og ég bara hlakka svo til að takast á við þetta verkefni og leikmennirnir eru ofboðslega metnaðarfullir og viljugir og svo mjög gaman að vinna með þeim. Freysi, eins og þú kom inn áðan, árið í fyrra var alveg ógleymanlegt hjá strákunum á EM. Og þið eru ekki að fara í fyrsta skipti á EM, má ekki segja að það sé farið að svona liðin séu farin að svona íta undir hvort annað og stuðningur sem strákar fengur fyrir þetta svona gefur ekstra þegar þið stígið svo stóra sviði sumar þá verða allir miklu meira tilbúnir. Jó, reynslan sem að kvennalandsliðið búið að búa til með sínum 2 mótum sem þeir búin að fara á áður nýttist vel núna á EM hjá strákunum
bæði fyrir starfsliðið og starfsmenn sambandsins. Kom ennþá frekari þekking inn í sambandi eftir þetta stóra mót í sumar og ég naut góðs á því. Allir eru að fara í sömu átt innan sambandsins til þess að koma þeirri reynslu til skila og við erum eins og verðum eins vel undirbúin og kostur er á. Stuðningurinn, það er svona ákveðin alda sem myndaðist í kringum landsliðin þegar Evrópumótið fór fram í sumar og við erum að taka þá öldu með okkur áfram til Hollands og við hefum sett okkur markmið sem knattspyrnusamband að ná að eiga sömu prósentutölu áhorfendum á völlunum og við áttum í Frakklandi sem þýðir það að það verður gríðarleg stemning í kringu liðið og svo er það bara okkar að ná fram góðum úrslitum. Og þetta er náttúrulega eins og þú sagðir áðan ekki bara karlalandslið og kvennalandslið, svo er þetta líka bara körfuboltinn og annað. Við erum rosalega sýnileg bara á öllu stórmótum. Já, frábært körfuboltalandslið og svo handboltalandslið núna komið 16 úrslit og fara að spila við Frakka mitt í dag og við erum bara góð íþróttaþjóð með ótrúlegt hugafar og það er einn af okkar styrkleikum að við stöndum þétt saman og hugsum stórt og þorum að teygja okkur langt og það bara skilar okkur góðum árangri og við þurfum samt að halda vel á spöðunum og vera auðmjúk og halda áfram að vera með vinnuhanskan á lofti sko. Til þess að allt þetta gangi þá þarf að ganga vel hjá félagsliðunum, þar að segja öll umgjörð og annað og nú styttist í Pepsi-deildina. Hvernig leggst knattspyrnusumari svona ef við bara fer skauta rétt aðeins yfir Pepsi-deildina hjá stelpum? Hvernig leggst sumarið í ykkur? Það bara lítur vel út. Það eru góði lið í deildinni og margir góði leikmenn. Yngri leikmennir eru að verða sterkari. Við erum að fá meiri fjölda af tæknilega góðum ungum leikmennum sem gerir deildina sterkari. Við erum með svona 4-5 lið sem geta öll orðið Íslandsmeistarar. En ég held að það sé mikilvægt fyrir liðið núna fram á móti að einbeita sér á því að æfa vel og ná fram sínum bestu hliðum og fyrir landsliðsmennina þá er tíminn núna fram að Íslandsmóti gríðarlega mikilvægur. Það þurfa að æfa rétt og æfa vel og þetta verður sennilega eitt besta Íslandsmót sem hefur farið fram bara út af metnaði leikmanna að hámarka sína getu og líkamlega færni þannig að ég er bara mjög spenntur fyrir því að sjá gott Íslandsmót, ekki spurning. Og svo er þetta náttúrulega líka sko fyrstu umferðir hjá stelpunum, það verður náttúrulega áskorun að standa sig þar vel til þess að sýna þjálfaranum að þær eigi heima inn í landsliðinu. Já, það telur allt, það er alveg rétt hjá þér og þessar umferðir fram að landsliðsvali sem verður miðjan júní fyrir lokahópinn þar að segja verður örugglega svolítið spennið þrungna hjá mörgum leikmenn verða bara að halda hausnum svolítið köldum og spila sinn leik og leyfa svolítið bara örlögunum að koma til sín og það er legginn í bankan núna í vetur með að æfa vel og annað og svo verður bara erfitt að velja þennan lokahóp, það er alveg ljóst, við eigum orðið marga góða leikmenn en það er nú bara þannig að ég mun velja eftir mínu bestu samfæringu og þeir leikmenn sem að henta liðinu best og skara fram úr verða valdir. Og það er náttúrulega eins og maður segir stundum við þjálfara. Það er nú bara lúxusvandamál að hafa og miklu að velja. Já, auðvitað er það en þetta er þannig að við erum kannski með 40 leikmenn sem gerir sér vonir að spila á Evrópumótinu, það eru 23 sem eru valdir, því það eru 17 leikmenn sem verða vonsviknar. Þannig er það bara og leikmenn verða bara takast á við þær tilfinningar sem koma og lífið heldur áfram og það er annað mót eftir þetta en þær geta ekki séð þessa mynd sem ég er að segja núna. Það er bara Evrópumót og ekkert annað og ég vil eftir bestu samfæringu og við verðum með frábæran hóp. Og það sem eftir sitja heima, það þurfa svo sem ekkert að vera sára því að ef þú mættir velja tvö landslið þá myndar alveg sóma sig í öðru liði. Já, klárlega. Við eigum ótrúlega góðan fjölda núna. Það er alveg hárrétt hjá þér og ef við gætum farið með 2 lið á EM þá myndum við gera það. Freysi, ég segi að þú er spenntur við sumrinu eins og við öll. Ég segi bara gangið vel og takk fyrir spenntu. Já, takk kærlega fyrir okkur.